Komið sæl og velkomin í beina útsendingu hér á Sport TV frá leik í fyrstu deild karla. Það er hörkuleikur framundan, það er viðureign Þróttar og Leiknis. Leikurinn hefst klukkan 20:00 og við rennum yfir byrjunarliðin eftir smá stund. Það eru 3 leikir í fyrstu deild karla í kvöld og einum er lokið. Víkingur Ólafsvík tapaði fyrir BÍ Bolungarvík 2-4, áhugaverð úrslit þar. Eyþór Helgi Birgisson kom Víkingi Ólafsvík yfir á 33. mínútu. Á 48. jafnaði Andri Rúnar Bjarnason fyrir BÍ Bolungarvík. Nikolás Jónsson kom liðinu sann yfir á 70. mínútu en aðeins mínútu síðar skoraði Steinar Már Ragnarsson. Staðan var svo 2-3 á 80. mínútu þegar Mark Túbek skoraði og á 83. mínútu kom ansi slysalegt mark. Tómas Lúpa skoraði sjálfsmark. Við markið lýst í textalýsingu þannig að Lúpa ætlaði að senda boltan tilbaka á Arnar Darra í markinu en Arnar hitti ekki boltan sem rann undir hann og í markið. Ansi slysalegt. Víkingur Ólafsvík 2, BÍ Bolungarvík 4. Sá leikur byrjaði klukkan 6 og er því lokið. Nú er í gangi leikur KA og Grindavíkur, lokaspretturinn í gangi þar. Staðan er 1-1, Magnús Björgvinsson kom Grindavík yfir á 38. mínútu en Jóhann Helgason jafnaði metin á 57. mínútu. Svo er það náttúrulega þessi leikur sem við sýnum í beinni hér í kvöld. Það er viðureign Þróttar og Leiknis. Það eru 4 leikir í Pepsi-deildinni í kvöld. Leik Keflavíkur og IBVF er að ljúka. Þar er staðan Keflavík 1, IBVF 2. Atli Fannar Jónsson kom Eyjamönnum yfir á 91. mínútu. Þeir höfðu jafnað á 85. úr vítaspyrnu. Víðir Þorvarðarsson sem skoraði það mark en Magnús Sverrir Þorsteinsson skoraði fyrir Keflavík í blálok fyrri hálfleiks. Svo er Breiðablik og Þór að eigast við. Svo leikur hófst 19:15, Blikar komist yfir, Elvar Árni Aðalsteinsson skoraði en Sveinn Elías Jónsson jafnaði metin á 37. mínútu. Núna klukkan 8 hefst leikur Fjölnis og Fylkis í Pepsi-deildinni. Staðan er þá markalaus í leik KR og Víkings. Það er nóg að vera í íslenska boltanum, frí frá HM og þá er það bara íslenski boltinn sem tekur völdin í kvöld. Fullt af áhugaverðum leikjum og þar meðal er það náttúrulega þessi leikur, Þróttur Leiknir. Það er svona létt rigning þessa stundina, veðrið nú ekki eins slæmt og ýmsar spár hefðu gert ráð fyrir. Leiknismenn í öðru sæti deildarinnar með 17 stig geta farið á toppinn í kvöld, takist þeim að vinna. Skagamenn er ekki leik fyrir á morgun þegar þeir mæta KVAF, sá leikur einnig í beinni hjá okkur. Skagamenn á toppnum með 18 stig, Leiknir með 17. Svo kemur Víkingur Ólafsvík með 15 stig. Þróttarar hafa 14. Þróttarar hafa komið mörgum á óvart í sumar en þeir verðast aðeins vera að gefa eftir. Allavega gerðu þeir jafntefli á móti Tindastóli í síðustu umferð og voru eiginlega bara stál heppnir að ná jafntefli. Skoruðu jöfnunarmarkið 2-2 í uppbótartíma. Leiknismenn þeir sýndu sparihliðarnar gegn Víkingi Ólafsvík. Í síðustu umferð unnu þar 2-0 sigur sem hefði vel getað orðið stærri. Verðskuldaði sigur hjá Leikni þar. Og þeir tefla fram nánast sama byrjunarliði. Það er aðeins ein breyting og hún er gerð sökum meiðsla. Fannar Arnarsson dettur út og inn fyrir hann kemur Kristján Páll Jónsson.
Kannski rennum bara yfir liðin sem eru að fara að mætast hérna á Valbjarnarvelli í kvöld. Í marki Þróttara, númer 30 er Trausti Sigurbjörnsson. Aðri leikmenn eru Hreinn Ingi Örnólfsson, Vilhjálmur Pálmason, Alexander Veigar Þórarinsson, Andri Björn Sigursson, Rafn Andri Haraldsson, Aron Lloyd Green, Hlynur Hauksson, Aron Ímir Pétursson, Ragnar Pétursson og Karl Brynjar Björnsson. Og á síðustu stundu eru Leiknismenn að gera breytingu á sínu byrjunarliði. Óttar Bjarni Guðmundsson, fyrirliði, hefur greinilega meiðst í upphitun. Hann dettur út úr liðinu og inn í staðinn kemur Gestur Ingi Harðarsson sem líklega fer þá beint inn í hjarta varnarinnar hjá Breiðhyltingum. Byrjunarlið Breiðhyltinga þannig að í markinu nr. 22 Eyjólfur Tómasson, nr. 3 er Brandon Scott, nr. 4 er Eiríkur Ingi Magnússon, nr. 5 er Börkur Óttarsson, nr. 8 er Sindri Björnsson, nr. 9 Matthew Horth, nr. 11 Brynjar Hlöðversson, nr. 15 Kristján Páll Jónsson, nr. 21 Hilmar Árni Halldórsson, 24 Vigfús Arnar Jósefsson og 23 Gestur Ingi Harðarsson sem kemur inn í liðið í stað Óttars sem hefur meiðst í upphitun. Þjálfari Þróttara er Englendingurinn Greg Reiter, þjálfari Leiknis Davíð Snorri Jónasson og Freyr Alexandersson. Dómari í þessum leik Sigurður Óli Þórleifsson, betur þekktur sem aðstoðardómari en hann fær að leika sem er flautu í kvöld. Birgir Sigurðarsson og Ásgeir Þór Ásgeirsson eru aðstoðardómarar og fróðilegt að sjá hvernig þeim mun vegna í sínu starfi. Það eru tíðindi að norðan, K.A. 1, Grindavík 2. Alex Freyr Hilmarsson var að koma Grindvíkingum yfir. Grindavík gengið bölvanlega í upphafi móts, en spurning hvort að Grindvíkingar séu að fara að koma sér að stað núna með því að ná í 3 stig fyrir norðan. Þið allavega ansi sterkt, það er óhætt að segja það. En hér sjáum við að liðin eru að ganga inn á völlinn. Svo það er breytingi á Leikni á síðustu stundu. Óttar Bjarni meiddist í upphitun og Gestur Ingi Harðarsson kemur inn í staðinn. Já, fámennt í stúkunni þegar flauta verður til leiks, óhætt að segja það. Fólk kannski búið að fá nóga fótbolta eftir allar þessar framlengingar sem hafa verið að dynja á okkur hérna á HM undanfarna daga. En við erum á Íslandi og þar eru áhorfendur ekki vanir því að mæta tímalega. Þannig að það ávafa lítið eftir að fjölga þegar líða tekur á. Þetta er náttúrulega lið sem eru bæði að berjast í efri hluta fyrstu deildarinnar og eins og áður sagði þá geta Leiknismenn komist á toppinn takist þeim að vinna sigur í kvöld. Þá er það lið Þróttar í markinu Trausti Sigurbjörnsson. Númer 4 Hreinn Ingi Örnólfsson, númer 6 Vilhjálmur Pálmason, númer 7 Alexander Veigar Þórarinsson, númer 9 Andri Björn Sigursson, númer 11 Rafn Andri Haraldsson, númer 13 Aron Lloyd Green. Bæði liðið verið afskaplega skipulögð þar sem af er tímabili í fyrstu deildinni og hérna er að mætast tveir bestu markverðir fyrstu deildarinnar þar sem af er tímabili. Trausti Sigurbjörnsson í marki Þróttara og Eyjólfur Tómasson í marki Leiknis hafa báðir verið afskaplega öflugir í upphafi móts. Dómarar í dag eru Sigurður Óli Þórleifsson og aðstoðardómarar Birgir Sigurðarsson. Breiðablik 2, Þór 1. Elvar Freyr Helgason að koma Blikum yfir rétt fyrir lok fyrri hálfleiks. Fylgst með gangi mála í öllum leikjum kvöldsins inn á fótbolta.net.
Hér allt í reiðu. Við ætlum að fylgjast með þessum leik hér á Valbjarnarvelli. Held að þetta sé bara annar leikur Þróttara á Valbjarnarvellinum í sumar. Hér hafa verið að leika sína heimavelli á gervigrasvellinum í Laugardal. Ansi margir leikir í íslenska boltanum sem hafa farið þar fram. Hérna sjáum við Rafnardra Haraldsson á miðjunni númer 11. Leikmaður sem var gríðarlega efnilegur en varð fyrir erfiðum meiðslum. Þróttur fær hérna hotspinnu strax í upphafi leiks. Og þá mætir einmitt Rafnandri á vettvang til að taka þessa spinnu. Gaman að sjá hann kominn á fulla ferð. Ótrúlega hæfileikaríkur leikmaður. Vonandi nær hann að halda sér frá meiðslunum hér eftir. Rafnandri með boltan inn og Eyjólfur Tómasson í smá vandræðum með þetta. Náði ekki alveg þarna að reikna út vindinn. Og það er önnur hotspinna sem að Þróttarar fá. Blæs þokkalega í Laugardalnum. Svo sjáum á stefnu boltans og hér er hörð barátta. Og þarna er náttúrulega inn á teiknum í baráttunni Karl Brynjar Björnsson og þeir náði skoti en þetta í varnarmann. Karl Brynjar Björnsson fyrirliði Þróttara og miðvörður er einnig gríðarlegt vopn í föstum leikatriðum. Og hann er búinn að skora mikilvæg mörk í síðustu leikjum. Þar meðal sigurmark hérna á móti HK. Og gott ef hann jafnaði ekki metin 2-2 á móti Tindastóli í síðustu umferð. Matt Horth þarna, sóknarmaður Leiknismanna, bandaríkjamaður. 2 bandaríkjamenn í byrjunarliði Leiknis. Vinstri bakvörðurinn Brandon Scott og svo sóknarmaðurinn Matt Horth sem að skoraði í síðustu umferð. Skoraði það á annað mark Leiknismanna í 2-0 sigri gegn Víkingi Ólafsvík. Þróttur hérna með innkast. Hörbarátta. Spennandi að fylgjast með Andra Byrni í fremstu víglínu hjá Þrótturum. Hann er ÍR-ingur að upplagi og honum myndi nú ekki leiðast það að ná 3 punktum á móti Leikni í kvöld. Boltinn hérna í Brandon Scott og hann þarf aðhlynningu, blæðir hérna úr honum. Þannig að honum er vísað af velli, þarf að fjarlæga blóðið áður en hann kemur inn á aftur og nú er allt í reiðu. Nei, hann bara hleypur hérna inn á. Án leyfis frá aðstofadómarunum sem var nú ekki alveg sáttur hérna. Karl Brynjar Björnsson hérna með langa sendingu. Hún fer fram hjá öllum og aftur fyrir, þannig að Leiknismenn eiga hérna innkast fjær. Köttararnir farnir að láta hans í sér heyra í stúkunni. Þróttar að manni því að fá fínan stuðning frá þeim. Þetta er vel gert hérna hjá Hilmari Átna. Hirti boltan af Vilhjálmi Pálmasinni. Og Leiknismenn eiga hér innkast. Brandon Scott fljótur að taka þetta. Kastaði hann í átt að landa sínu Matt Horth. Hérna er það Edvard Börgur, hann í vandræðum. Og þá sækja þeir hratt Þróttarar. Hérna er það Andri Björn sem er með boltan. Og hann er hérna við teiginn. Fyrir móti Eirík Inga Magnúsinni. Fær hérna aðstóðina. Og hérna renna þeir á blautum vellinum. Sending fyrir markið en Eyjólfur Tómasson, markvörður Leiknis, handsamar þetta örugglega. Þróttarar meira með boltan hérna í upphafi leiks, er að ná að halda honum svona aðeins betur innan síns liðs. Ragnar Pétursson gefur hérna tilbaka á Kalla í vörninni. Og svo fer boltinn hérna aftur á Trausta Sigurbjörnsson í marki Þróttara. Hann var 1 ár í herbúðum Leiknis. Var þá varamarkvörður fyrir Eyjólf Tómasson.
Eiríkur skallar þennan bolta frá. Og hérna að segja hann Brynjar Hlöðversson, hann tapar boltanum. Hlynur Hauksson hann í vinstri bakvörðunum, hann á Kalla sem gefur síðan á Hrein Inga sem með honum í miðverði. Aron Ímir í hægri bakvörði Þróttara. Þetta einmitt Aron Ímir sem að býr sig undir að taka innkast. Tekur hérna gott innkast inn á teginn, fær boltan aftur. Og Aron hérna reynir að senda fyrir, en Hilmar Árni Halldórsson náðu að koma sér fyrir þetta. Hilmar átt mjög gott tímabil hjá Leikni. Skemmtilegu leikmaður þar á ferð. Aron hérna kastar boltanum inn og Andri Björn með skalla. Þetta er auðvelt viðuregnar fyrir Eyjólf Tómasson. Hann ætlaði þarna að reyna að flikka boltanum í þeirri vonu að kæmi einhver samherji þarna og myndi ná til hans. En þarna var engin nema Eyjólfur. Já, Leiknismenn ekki að ná að halda boltanum mikið. Þróttarar strax komnir hérna aftur, Vilhjálmur Pálmason. Vilhjálmur sækir hérna miðjuna á síðan slaka sendingu. Kristján Páll er að komast fyrir, gefur tilbaka á Edvard Börk. Sjáum að þeir eru góður að pressa hérna, setja miklu að pressa á þá. Þróttarar leyfa Leiknismönnum ekki að vera mikið með boltan. Þeir eru búið að dæma aukaspyrnu þarna við endalínuna hinum megin. Ari Friðsson, sjúkraþjálfari Leiknismanna, tilbúinn. En Eiríkur Ingi Magnússon, hægri bakvörður Leiknis, jafna sig á þessu. Eiríkur kom til Leiknismanna frá KF fyrir þetta tímabil. Var þar að spila sem djúpur miðjumaður en er búinn að festa sig í sessi sem hægri bakvörður í Leiknisliðinu. Hérna er að Brynjar Hlöðversson með langa sendingu og Matt Horth reynir þetta að ná til boltans. En þessi fer hérna aftur fyrir. Hérna er Kalli í tómum vandræðum, tapar boltanum, Kristján Páll Jónsson. Og hann með þetta sendingur og dauðafæri og fyrsta markið komið. Sindri Björnsson kemur Leiknismönnum yfir eftir herfileg varnarmistök Þróttara. Karl Brynjar Björnsson þarna tapaði boltanum, þeir sóttu á þá og Kristján Páll Jónsson rendi boltanum þarna á Sindra Björnsson sem skorar enn eitt markið sitt í deildinni. Skoraði einnig gegn Víking Ólafsvík daginn og er eitt markahæsti leikmaður deildarinnar þrátt fyrir að leika sem miðjumaður. Þetta mark fengu Leiknismenn svo sannarlega á silfurfati hérna eftir 8 mínútna leik. Þróttur 0, Leiknir 1. Þetta var ótrúlegt. Var ekkert í gangi í leiknum þegar Leiknismenn fá þetta mark og hérna komaði séðan aftur Vigfús Arnar með sendinguna hérna á Hilmar Árna og Hilmar Árni reynir að finna Kristján Pál hægra megin. Hérna er hörbarátta, engin aukaspyrna. Þetta verður nú rétt hjá Sigurði Óla dómara.
Hérna er það Hilmar Árni Halldórsson. Þeir sækja hérna, nei, ekki veit ég alveg hvað Hilmar var að gera þarna. Leiknismenn halda þó boltanum, Vigfús Arnar gefur hérna á Brandon Scott og Brandon sækir hérna og síðan með skotið. Að gera að skjóta. Bandaríski bakvörðurinn hjá Leikni. Hefur verið nokkuð sjokk fyrir Þróttara að fá þetta mark beint í andlitið. Vigfús Arnar þarna settur undir pressu, sparkar þessum út af. Hér kemur síðan innkast, Andri Björn hérna. Gestur Ingi kominn í byrjunarliðið á síðustu stundu. Hann er hérna á móti Andra. Og Gestur hefur betur. Brandon kemur síðan boltanum á Hilmar. Hilmar fram á Matt Horth, hann ætlaði þarna að gefa Sindra en úr verður bara arfarslög sending. Andri Björn heldur boltanum þarna vel og hér er hættuleg sókn, ekki nægilega góð fyrirgjöf þarna hjá Ragnari Pétursinni. Vantaði smá gæði í þennan bolta og meiri kraft. Hérna er það Hilmar. Leikið með boltan Hilmar. Þeir ná að loka á hann og það er innkast. Og svo venjulega er það Brandon Scott sem að tekur innkastið. Þegar sá kallinn er á honum þá getur hann kastað ansi langt inn. En Leiknismenn leiða hérna þannig að spara löngu innköstin. Og hér er hornspyrna. Hilmar Árni var hérna með boltan. En Hreinn Ingi Örnólfsson, hann sá ekki annað í stöðunni heldur hann að koma þessum bolta bara aftur fyrir og í hornspyrnu. Þetta mark hefur gefið Leiknismönnum byrjundi báða vangi og þeir verið mun öflugri. Síðustu mínútur, Sindri Björnsson skoraði markið. Hilmar Árni hérna með boltan fyrir. Kalli skallar þetta frá, öflugur í loftinu. Og Eiríkur kemur þessum bolta allalega aftur á Eyjólf Tómasson. Eyjólfur uppalinn Leiknismaður. Vigfús Arnar hérna á Kristján. Brynjar Hlöðversson að gera þetta vel Leiknismenn og fá hérna aukaspyrnu, brotið á Sindra Björnsinni. Vigfús Arnar Jósefsson sem að býr sig undir að taka þessu aukaspyrnu og hann kemur boltanum hérna, nei, arfa töpur spyrna í honum, hitti þennan illa. Spyrnunar ekki alveg að ganga upp hjá Vigfúsi hérna í upphafi leiks. Þróttur 0, Leiknir 1, Sindri Björnsson skoraði markið á 9. mínútu. Grindavík vann fyrir norðan, KA 1, Grindavík 2, lokatölur þar og eins og áður sagði þá tapaði Víkingur Ólafsvík fyrir BÍ Bolungarvík 2-4. Enn ein aukaspyrnan sem að Leiknismenn fá. Brynjar Hlöðversson, varnar tengiliðu Leiknismanna sem að liggur þarna eftir á vellinum. Öflugur leikmaður Brynjar. Það voru einhver lið í Pepsi-deildinni sem reyndu að fá hann til sín fyrir þetta tímabil. En Leiknismenn geta þakka fyrir að hafa náða að halda honum innan sinna raða. Hérna
Hérna það Vigfús, þessi bolti öllu betri hjá honum en þarna í höndina á Kristjáni Páli. Þannig að Þróttarar eiga hérna aukaspyrnu og það bara markvörðurinn sjálfur, Trausti Sigurbjörnsson. Uppalinn Skagamaður, Trausti. Trausti með langa bolta. Leiknismenn hafa aðeins fengið á sig 3 mörk í fyrstu deildinni í sumar. Þar af 2 á móti ÍA á Akranesi. En hérna hættuleg sókn hjá þeim. Hérna Matt Horth með sendinguna fyrir markið en þeir komast fyrir þetta og það hornspyrna. Þá mætir á vettvang Hilmar Árni Halldórsson til að taka hornið. Leiknismenn verið öflugir í föstum leikatriðum. Þarna var mikil barátta innan teigs og svo það Vigfús Arnar með skota á markið en það laflaust. Auðvelt fyrir Trausta, Trausti fljótar að koma boltanum í leik. Það góður kostur markvarðar. Hreinn Ingi, hann kemur boltanum þarna á miðjuna á Aron Laut Green sem leikur númer 13. Kalli sem gerði hræðileg mistök þegar Leiknismenn komist yfir. Hann á þessa spyrnu ekki upp á marga fiska. Matt Horth þarna í baráttunni kemur boltanum á Brynjar. Hann hérna á Gest. Og Gestur aðeins og lengi með boltan, að bjarga þessu og vel gert þetta hjá Hilmari, það smekkluðu kloppi, svo þarna tógað aftan í hann og dæmt aukaspyrna. Fór hann illa með Aron Ími Pétursson sem að geti verið á leiðinni í bókina fyrir þetta. Já, klárlega Sigurður Óli með fyrsta gula spjaldið í þessum leik. Aron Ímir Pétursson, hægri bakvörður Þróttara sem að fær það. Mínútur liðnar að þessu leik. Breiðhildingar leiða. Brandon fer yfir boltan og þá kemur Hilmar með sendingurinn á teginn. Þeir skalla þetta frá Þróttarar. Bolti bæst hérna á Kristján Pál. Kristján tilbaka á Vigfús. Sparkar þessu bolta. Vel gert þarna hjá Hilmari og Matt mættur hérna á réttu tíma. Matt heldur boltanum vel. Nýtir sér hjálpina hérna frá Vigfúsi sem gefur aftur á Matt. Matt á Brandon. Þróttarar vinna boltan. Langur bolti fram. Ætlaður Andra Byrni og Gestur Ingi Harðarsson mætir á vettvang, setur þennan í innkast. Andri Björn tapar boltanum og Hilmar Árni með sendingu hérna á Matt Horth en þá kemur þessi príðistækling frá Aron Laut Green. Rendi sér hérna á blautu grassin og gerði þetta vel. Hreinn Ingi tilbaka á Trausta. Fær boltan aftur. Þjálfari teimi beggja liða að ráða ráðum sínum á hliðalínunni. Erlingur Jack Guðmundsson, fyrrum leikmaður Þróttar, hérna aðstoðarþjálfari Greg Reiter. Þetta aukaspyrna.
Sindri Björnsson tekinn þarna í smá glímu. Aron Lloyd lætur finna fyrir sér. Þróttarar eitthvað ósáttir, vildu meina það að Sindri hafi brotið af sér þarna á undan. Það er enn aukaspyrna sem að Leiknismenn eiga. Vigfús Arnar með sendingur inn á teig og þeir ná á síðustu stundu að bæja hættunni frá Þróttarar. Og þessi séðan hreinsaður hérna fram völlin. En já, eftir að Þróttarar hafðu náð að halda boltanum betur innan síns liðs í upphafi leiks, þá hefur taplið algjörlega snúist við eftir þetta mark hjá Leiknismönnum. Þeir mun öflugri núna og Þróttarar mikið að vinna með langar spyrnur. En hér er engin rangstaða og hér er hörkufæri en skotið ekki nægilega gott. Já, þannig að það er að sigrast á rangstuðu gildrunni. Alexander Veigar Þórarinsson er þarna mættur en náði alls ekki nægilega góðu skoti. 21 mínúta liðin. Fjölnismenn eru komnir yfir gegn Fylki í Pepsi-deildinni. Staðan 1-0 í þeim leik. Hér kemur frábær sending. Kristján Páll nær þessum. Og hér er Kristján stöðvaður. Fær ekki aukaspyrnu. Og hér er síðan brotið. Brynjar Hlöðversson braut á Andra Birni. Þarna er Brynjar Hlöðversson sterkur. Boltinn besti hérna á Rafn Andra Haraldsson. Og Rafn Andri reynir að komast fram hjá Brandon en þá er Hilmar Árni mættur þarna í hjálpina. Brandon sem er langan bolta fram. Og hver á þennan bolta? Það eru Leiknismenn, segir Birgir aðstofadómari. Sjáum hérna er eitthvað meira líf að færast í Þróttarana. Þeir eru að jafna sig eftir þetta mark áðan. Hérna er Rafn Andri, vippa boltanum inn á teiginn, frábær sending. Og munaði litlu þarna Alexander Veigar myndi ná til hans. Ég held að það væri bara þarna að fara að ná skotinu. Átti litlu muna. Kalli hérna með sendinguna fram. Og hér kemur sending fyrir markið hjá Þrótturum. Þessi bolti aftur fyrir. Nei, hann var ekki kominn aftur fyrir þegar Eyjólfur Tómasson sló hann. Þannig að Þróttarar fá hérna hotspinnu. Já, Þróttarar eiga hérna hotspinnu eftir 24 mínútna leik. Þeir möguleiki boltinn fyrir markið og hér er skalli en yfir. Hlynur Hauksson var mættur þarna til að taka hotspinnuna. Sýntist að vera Vilhjálmur Pálmason sem að skallaði boltann þarna yfir markið.
Þetta er Edvard Börkur í vandræðum. Andri Björn og hann nær skotinu og þessi bolti naumlega fram hjá fjærstönginni. Stór hættuleg sókn Þróttara. Sjálfsög mistök hjá Edvard Berki sem hefur verið ákaflega öflugur í hjarta varnarinnar hjá Leikni. Það sem af tímabili. Þarna var hann eitthvað annars hugar. Hérna Andri með boltan fram á Andra Björn. Gestur Ingi gerir þetta vel og skýlir boltan þarna í innkast. Þróttara mættir framarlega, setja pressun og allir reyna að vinna boltan strax eftir innkastið. Brandon Scott kastar þessum fram. Vigfús Arnar skallar frá. Boltinn sér aftur á Karl Brynjar fyrirliða. Hann með sendinguna fram, en það er engin Þróttari, bara Brandon. Hann á Matt. Og Matt, já, hann er þarna heppnina með sér. Kom þarna með hættulega sendingu inn miðjuna. Gestur sendingu fram og þetta er bakgrinding. Áberandi bakgrinding Aron Ýmir. Er á gulu spjaldi. Það fyrir aðeins að fara að passa sig. Þessi brot tælja öll saman. Gestur Ingi með sendinguna. Þeir reynsa þetta frá. Og þetta er vel gert hérna hjá Leiknismönnum. Komnir hérna í lofandi sókn. Hilmar Árni. Hilmar gerir þetta vel og frábærlega gert hjá Hilmari. Sendi sér bolta fyrir og náði skotin á markinu hér. Þetta var að Sindri Björnsson kemur boltanum hann út og svo er Eiríkur Ingi mættur en hitti boltan ákaflega illa. Breiðablik komið í 3-1 gegn Þórsurum í Pepsi-deildinni. Árni Vilhjálmsson að skora þriðja mark Kópavogsliðsins og þá eru KR-ingar búnir að taka fórustuna gegn Víkingi. Óskar Örn Hauksson skoraði markið þar. Allir leikir kvöldsins í Pepsi-deildinni og fyrstu deildinni. Beinum textalýsingum inn á fótbolta.net. Kalli með sendingu hérna fram völlin. Þetta fyrir bara kollega hans í Leiknisvörðinni. Gest Inga, Gestur. Brandon hann í smá vandræðum. Ekki nægilega góð sending frá Gesti. Og hérna er það Brynjar Hlöðversson í baráttunni. Hann missir þarna Þróttara frá sér. Aron Lloyd Green. Og Aron vinnur hornspyrnu. Vel gert í honum. Mikill baráttuhundur. Hlynur Hauksson mættur á vettvang til að taka hornið. Kemur boltinn fyrir markið og Eyjólfur slær þennan aftur fyrir hinum megin. Þar er það Rafn Andri sem mættur á vettvang til að taka hornið. Aðeins 2 deildarleikir á þessu sumri sem að Eyjólfur Tómasson hefur fengið á sig mark. Og bæta vel í rigninguna, sýnist mér. Það vonandi verður til þess að leikurinn verður bara enn skemmtilegri. Hér kemur boltinn fyrir, Eyjólfur gerir þetta vel. Það eignar sér teginn, grítir síðan þessum bolta. Námast að miðju hana. Hilmar Árni náði ekki til hans og Þróttarar koma hérna aftur í sóknina. Góð hugmynd hana. En Brandon, nei, hérna eru í vesinni Brandon og Gestur. Og hérna er það Vilhjálmur Pálmarsson og hann vinnur hornspyrnu. Já, smá pressa frá Þrótturum þessa stundina. Fá hérna enn eina hornspyrnuna. Og
Enn og aftur er það Hlynur Hauksson sem mætir á vettvanginn. Lyftir báðum höndum upp. Þróttarar eru með vindi. Spurning hvort þeir ná að nýta sér það í þessari spyrnu. Þetta er hérna fyrir og þarna var það Matt Horth, Bandaríkjamaðurinn, annar Bandaríkjamannanna hjá leikni sem að kom við knöttinn og þeir eiga hérna innkast. Hlynur Hauksson fer endan á milli, býr sem undir að taka þetta innkast. Þrátt fyrir rigningu og rok þá eru Þróttararnir að grilla. Það er alltaf grillveður hjá þeim og einhverjir áhorfendur sem eru farnir að tínast nú þegar að grillinu til að vera fyrstir í röð til að fá sér hamborgara í hálfleiknum. Alexander Veigar gerir þetta vel, tekur vel á móti boltanum, skiptir sér hérna yfir til vinstri. Aron tilbaka á Kalla og Rafn Andri og þetta er aukaspyrna. Þróttar að fá þarna aukaspyrnu. Andri Björn Sigurðsson var ekki alveg sáttur við að Sigurður Óli hafi ekki gefið sér aðeins meiri tíma þarna. Vildi meina að hann var að koma sér í ákjósanlega stöðu. Andri Björn Hvað ætla þeir að gera við þessa aukaspyrnu? Þróttararnir eftir 32 mínútur leita hér að jöfnunarmarki. Hér kemur fastu bolti og þetta var bara endaði með skoti. Það er Eyjólfur sem náði að verja þennan bolta. Hefur verið á rammann vantarlega. Það er hornspyrna sem að Þróttarar eiga. Leikurinn fer algjörlega fram þessar mínútur af vallarhelmingi leiknismanna. Boltinn hérna fyrir, enn og aftur. Það er Eyjólfur sem að handsamar knöttinn. Tekur svona Pepe Reina útspark. Búinn að stúdera það útspark í mörg ár, Eyjólfur. Með misjöfnum árangri. Leiknismenn er með innkast sem að Eiríkur tekur hérna við stúkuna. Rignir duglega. Það er þak yfir stúkuna á Valbjarnarvellinum. Þannig að áhorfendur eru bara með teppi með sér og hafa það fínt. Þessi bolti bara út í loftið. Það virðist vera eitthvað smá panik á spilamennsku leiknismanna þessa stundina. Búið að vera ansið svona sveiflukent hjá þeim. Áttu þarna afskaplega góðan kafla eftir markið en nú eru það Þróttarar sem að stjórna leiknum. Hreyfningi á Kalla. Hreinn hérna með langarspyrnu, Brandon skallar þetta. Þá er það Alexander Veigar, hann tilbaka á Aron Lloyd Green. Ekki nægilega góð sending hjá Aroni. Og þetta endar í útsparki sem að leiknismenn fá.
Andri Björn Sigurðsson lá þarna eftir. Það er endur oft duglegur að liggja í grasinu, Andri Björn. Hann vildi þarna fá bakgrindingu. Ég sátt ekki nægilega vel til að dæma þetta. Það sýndir nú farið á bakið á Sindra Björnssoni, en það er kannski eitthvað aðeins verið að reyna að jafna út. Það var ekki dæmt bakgrinding áðan. Það var bara orðið 1-1. Þetta er það Hreinn-Ingi. Og ekki nægilega góð móttaka hérna hjá Ragnari, en hann er að bjarga þessu. Kalli kemur boltanum síðan hérna Hlyn. Og hér er það Kristján Páll Jónsson sem er búinn að vinna boltan. Hann lagði upp eina marki í þessum leik og hann er aftur hérna á Hilmar Árna og Hilmar Árni skorar á fjærstönginni. Ég skal segja ykkur það, þetta er nánast bara sama uppskrift og áðan. Skelfileg varnarmistök hjá Þrótturum. Kristján Páll Jónsson hirðir boltan, sendir á Hilmar Árna Halldórsson. Áðan var það Sindri Björnsson sem að skoraði, en núna Hilmar Árni Halldórsson. Þróttur 0, Leiknir 2, Þróttarar 8 síðustu mínútur, en svona er fótboltinn vægðarlaus. Leiknismenn eru bara einfaldlega að nýta sína sóknir miklu betur. Þetta mark kemur hér á 37. mínútu. Og Leiknismenn í góðri stöðu til að fara að hirða toppsætið í deildinni í allavega sólarhring í að KVF á morgun. Staðan erfið fyrir Þróttara núna. 2 mörkum undir hérna á heimavelli sínum. Atli Sigurjónsson var að skora fyrir KR-inga sem er að vinna Víking Reykjavík 2-0. En þá 1-0 fyrir Fjölni á móti Fylki og 3-1 fyrir Breiðablik á móti Þór. Rennum kannski hans betur í hálfleik yfir leiki kvöldsins, en hérna eru Þróttarar að fá aukaspyrnu. Já, eru þið ansi mikilvægt fyrir Þróttara að ná að minnka munin hér. Ná inn marki fyrir hálfleik. Það myndi gera mikið fyrir þá og bara mikið fyrir leikinn sem hlutlaus aðili. Hér kemur settingin á teginn og hér er mikill barningur enda með því að Brandon Scott hreinsar frá. Engin leiknismaður sem að býður hérna frammi, þannig að boltinn fer allilega aftur á Trausta. Bakgrinding, hárrétt. Edvard Börkur. Fórandi bakið á andra byrni. Hart barist í þessum leik. Þróttur 0, Leiknir 2, Sindri Björnsson og Hilmar Árni Halldórsson með mörkin.
Hér er skot, en yfir markið. Hreinn Ingi Örnólfsson sem átti þetta skot fyrir Þróttara miðvörðurinn. Sindri Björnsson var að skora sitt 7. mark áðan í deildinni og er þá komin upp að hlið Guðmundar Atla Steinþórssonar í HK sem er einnig með 6 mörk. Garðar Gunnlaugsson er markahæstur með 9. Þetta eru 3 markahæstu leikmenn fyrstu deildarinnar á þessu tímabili og Sindri miðjumaður hafði aldrei skorað á Íslandsmóti fyrir þetta tímabil, 19 ára gamall. Hann kom leikni hérna í 1-0. Það var Hilmar Árni Halldórsson tvöfaldaði fórustuna. Vilhjálmur Pálmason kastar hérna boltanum inn á Ragnar Pétursson. Ragnar Pétursson með sendinguna fyrir. Eiríkur nær að bæja hættinu frá og hérna er Matt Horth gerir þetta frábærlega fyrir fram hjá Kalla þarna. Þeir eru mætt fljótir tilbaka Þróttararnir. Hérna er það Brynjar Hlöðversson. Og Brynjar með sendinguna á Kristján Pál og Kristján Páll og hann með skoti og þessi bolti endar í markinu. Þróttur 0, Leiknir 3. Kristján Páll Jónsson skorar, lagði upp hin mörkin 2 og skorar hérna síðan sjálfur. Ég skal segja ykkur það, fékk boltan þarna frá Brynjari Hlöðversinni og nú eru Þróttarar í djúpum skít. Það verður bara að segjast eins og er. Þróttur 0, Leiknir 3 og það er ennþá fyrri hálfleikur. Nóg eftir. Þróttur endurtekur ekki leikinn frá 1986 og vinnur hérna 5-1. Vegna þess að Leiknismenn unnu báðar viðureiknirnar gegn Þrótti á síðasta sumri. Unnu þá 3-0 sigur á heimavelli á móti þeim og 1-0 sigur hérna á Valbjarnarvelli. Já, Breiðhyltingar í ansi góðum málum. Heldur áfram að rigna. Aron Ímir með innkast hér fyrir Þróttara. Nú er bara lífsnauðsynlegt fyrir Þrótt að ná inn marki fyrir hálfleik. Þetta skot segi ég frá Vilhjálmi Pálmasinni, víðs fjarri markinu. Lífsnauðsynlegt fyrir Þróttar að ná inn marki fyrir hálfleik til að halda í vonina. Fjölnismenn eru komnir í 2-0 gegn Fylki. Gunnar Már Guðmundsson, herra Fjölnir, að bæta við marki. En hérna eru það Þróttarar í sókninni. Sendi ekki hérna á Aron Ími, hann með sendinguna fyrir. Gesturinn að skalla boltan frá. Koma það smá kúluspil síðan í kjölfarið, frábærlega gert hjá Hilmari. Boltinn er vinur hans, það er bara þannig. Hérna er það Sindri Björnsson. Og Sindri gerir þetta ansi smekklega einnig. Kemur síðan boltanum hérna Vigfús Arnar og hann með skot en lítil hætta á færðum. Fínasta sókn hjá Leiknismönnum.
Þessi bolti það siglir í gegnum allt Þróttarliðið. Þróttarar eru með á bekknum Matt Eliasson sem að sló meðal annars eða skoraði markið sem var til þess að Stjarnan féll út úr bikarnum. Hann hlýtur að vera eitthvað meiddur fyrst hann á bekknum. Ég ætla að giska á það. Þetta er það Sindri Björnsson kemur på eftir peysutók. Nei, ekkert dæmt. Jæja. Kalli á hreyninga. Og hérna flautar Sigurður Óli Þorleifsson til hálfleiks. Þróttur 0, Leiknir 3. Leiknismenn á liðan á toppinn í fyrstu deild karla framheldur sem horfir. Þróttarar þurfa heldur betur að girða sig í brók. Sindri Björnsson, Hilmar Árni Halldórsson og Kristján Páll Jónsson með mörkin. Kristján Páll, maður fyrri hálfleiksins, lagði upp fyrstu 2 mörkin og skoraði síðan sjálfur það þriðja þegar hann lagði boltan smekklega þarna yfir Trausta Sigurbjörnsson í marki Þróttara. En lífið leikur við Breiðhyltinga hérna í Laugardalnum þar sem af þessu kvöldi. En nú ætlum við að taka okkur stutt hlé, mætum við með seinni hálfleikinn að Vörmuspori og förum þá einnig yfir leiki kvöldsins, úrslit og fleira.